Á Íslandi eru 70 frisbeegolfvellir eða einn á hverja 5.000 íbúa. Þrátt fyrir það gerir íslenska veðurfarið það að verkum að erfitt getur verið að spila íþróttina. Erfitt, en þetta líka rosalega gaman. Það er eiginlega það sem þetta er. Þetta er bara brjálæðislega gaman, þetta er ódýrt til þess að gera með við margar aðrar íþróttagreinar, flestir eiga útivistarvatnað og diskur kostar ekki mikið til að byrja. Þannig að það er eiginlega bara allt fallegt við þetta. Ég veist áhugavert að þetta sé svona vinsælt á Íslandi með þessari veðrátt sem við erum með. Er ekkert erfitt að spila í rigningu og roki? Það er alltaf hörku til að drífa sig út í febrúar í roki og slyddu til að spila frisbeegolf. Það er búið að vera þannig allan vetur. Í venjulegu árferði þá höfum við verið með mótaraðir, vikulega mótaraðir, þar sem er bara keppt í snjó og þá annarkoð setjum við svona borða í diskana, þannig að við finnum þá í snjórskaflinum eða þá ljósadíóður undir. Þannig að það er spilað allan ársins hringinn. Frisbeegolf verður vinsælla á hverju ári, sérstaklega meðal ungs fólks á háskólaaldri. Ég held að engin þjóð getur nokkuð tíman nálgast það að vera með 50% fólks á aldrinum 18 til 24 ára sem að kastar frisbeegolfi á einu ári, eða frisbeegolfdiskum. Og það eru þessar tölur sem voru að koma í ljós núna að í fyrra þá var þetta helmingur allra reykvíkinga á aldrinum 18 til 24 ára prófaði frisbeegolf og helmingurinn af því, sem 25% í aldurshópnum spilaði oft, nokkrum sinnum í mánuði eða nokkrum sinnum í viku. Þetta er hópurinn sem stundar þetta mest. Það er til menntaskóla og háskólar. Svo ég segi, frisbeegolfvöllur í Öskjuhlíð, bara við dyraþrepið á HR gæti verið alveg frábært. Og ef flugvöllurinn fer, þá var langflottast að sitja bara láta hljómskólakarinn halda áfram í frisbeegolfvelli út að sjó.